Komið sæl góðir hálsar, í þessari innlegg ætla ég að fara aðeins í tímagista, timer modules, og ætla að byrja þetta á því að rifja upp stafrænu teljara og tímagistar, teljarar, að þeir geta haft ákveðið marga bita og í flestu minni örtölum að þá eru yfirleitt 8 bita. Við skulum rifja þessu upp þennan hefðbundna stafræna teljara og hann er hérna útfærður sem 8 bita teljari, útfærður með JK-vippum og við skulum taka þennan inngang hér, tengja hann við einhverju klukku svona. Og við skulum segja það að þessi clock pulse generator hérna, að hann sé 1 kHz og það gefur okkur það að þessi teljari hér, að það bætist einn við hennar teljara á hverju einustu millisekundu. Þannig að eftir 100 millisekundur að þá væri gildið í þessum teljara væntanlega 100 og eftir 255 millisekundur að þá væri við komið með 255 sem er jafnframt hæsta mögulega tala sem getur útfært í þessum 8 bita teljara. Þannig að þú væri þá komið hérna 1 og 1 og ef við myndum bæta einum við, ef við myndum fara með 1 klukkupúls hérna í viðbót inn á, að þá myndum við fá 1 hérna í overflow og þessi hérna myndi verða 0. Og þessi tímagistar í örtölum sem við erum að fara að skoða, að þeir eru ekkert öðruvísi heldur en þessi hefðbundu stafrænu teljarar. Þeir geta verið presetaðir, þeir geta verið clearaðir, þeir geta talið upp og þeir geta talið niður og svo framvegis. Og við skulum halda áfram. Og hvaða aðgang höfum við af tímagistinu sem er í okkar tölvu? Við höfum vissulega aðgang frá honum í gegnum minni og við höfum aðgang frá honum á inngöngunum. Af flestum örtölum frá microchip þá höfum við aðgang að honum og það er yfirleitt á porti A, RA4, timer 0, við höfum aðgang að honum í gegnum pinnaörtölunar og sjá, þannig að ef við hugsum þetta svona í grófum dráttum að þá er þessi RA4 eða bara sá pinni á örtölunni sem er assignaður sem input á counterinn. Þannig að þegar RA4, ef við myndum tengja einhvern klukkupúls á þennan hér, að þá myndi hann byrja að telja bara hérna alveg eins og þessi klukka hér, að merki fer bara hérna inn og hann byrjar að telja á fullu. Við höfum líka aðgang að honum inni í minni á örtölunni og við tölum það í fyrri innrögnum að klukkan sem kemur inn, að ef við tengjum hérna einhverja klukku við þessa örtölu, að ef við erum til dæmis með 4 MHz kristall, að microchip örtölunar það deila þessu alltaf með 4. Það er bara hvernig hún þarf að vinna úr í rauninni klukkupúlsunum til þess að búa til sinn skipanarhring. En ég ætla ekki að fara meira ítarlega út í það og það þýðir það að við höfum þá, ef þetta deilist með 4 og við erum með 4 MHz klukkupúls, að við höfum 1 MHz til að vinna með inn í tölvunni. Þannig að við getum líka, kannski skipta lit, við getum líka tengt innganginn á teljarunum við í rauninni instruction cycle okkar. Þannig að ef við myndum beintengja teljaran við innri klukkurhæð okkar sem er þá 1 MHz í þessu tilfelli, að þá myndum við senda hérna 1 MHz frequency inn á timer modulunin og hann myndi þá væntanlega, eins og við sjáum í dæminu hérna ofan, hann myndi þá væntanlega overflowa á hverjum 255 millisekundum. Og hvað er það sem við getum gert við þennan timer module? Jú, við getum haft aðgang á hann hvernig sem er, en það sem mikilvægast er að við getum haft aðgang á hann þegar hann yfirflæðir, þegar þetta verður overflow. Þannig að hérna erum við komið til dæmis með góða leið til að gefa okkur signal hvern einustu 255 millisekundur. Og hvað getum við gert við þau? Við getum tekið þetta overflow sem timer module hefur og við getum tekið það í gegnum til dæmis interrupt og við getum líka tekið það í gegnum flögg. Og segjum sem svo að ég vilji fá að vita í hvert einasta skipti sem overflow á sér stað, að ég get stilt það þá eins og ég sagði sem interrupt og þá kemur það bara inn þegar það kemur inn og ef ég er með minni klukkurhraða þá er það væntanlega þá
lengur að koma eða er bilið meira á milli interruptana og svo get ég líka tekið það í gegnum flöggin í rauninni en þá þarf ég í rauninni að fylgjast með því sjálfur, þá þarf ég að gera hlut sem kallast polling og þá er ég alltaf að hlusta á portið, þá er ég að eyða allir orkunni á örtölunni að hlusta á portin, ekki portin, registrarna sjálfa sem flöggin eru í. En hvað ef ég vil mæla til dæmis bara 200 millisekundur? Ég veit að ég get mælt, byrja að telja frá 0 og tala upp í 255 og fengi þá, ég get fengið þá hérna annarkvort eitthvað flagg eða eitthvað interrupt. Þannig að ég get beðið tæmurinn að láta mig vita í hvert skipti maður fer overflow, en hvað ef ég vill ekki 255 millisekundur, hvað ef ég vill 200 millisekundur? Þannig að ef að þetta hérna er tæmurinn okkar, þetta er 8 bita tæmur, því það er vantilega að við erum með 8 bita sem við mögulega á og eins og ég sagði áðan þá getum við haft fullkomana aðganginn af þessum tæmur. Við getum komið hérna inn í og sagt ok, ég ætla að loada töluna 55 inn í tæmurinn og byrja að telja svo. Þannig að þá er ég að telja frá í rauninni 55 og upp í 255 eða 200 slög í rauninni. Þannig að við höfum fullkomana aðganginn af því hvar við ætlum að láta hann byrja að telja í rauninni. Við skulum halda áfram, við skulum skoða hvernig uppsetningin er inn í örtölunni, svona, og þetta er uppsetningin inn í 16F84A. Það fyrsta sem við sjáum hérna að inngangurinn inn í teljaran er á RA4 og svo sjáum við næst hérna XOR hlið sem hefur bara einfallega þann tilgang að við getum stillt hvort að við viljum að hann telji á þegar merkið er að fara upp eða þegar að fara niður. Við höfum svo hér breytu líka til þess að stilla hvort að við erum að telja frá utanakomandi merki eða við erum bara að telja á klukkurhraðanum deilt í 4. Svo höfum við hérna annan multiplexer og breytum með honum sem við stillum þá í Special Function Registers og þetta leyfir okkur að velja hvort að við ætlum bara að taka merkið beint inn eða hvort að við viljum nota í rauninni prescaler sem ég ætla að útskýra eftir smá. Svo höldum við hérna áfram og hérna er merkið svo og synkað og fer síðan loksins inn á tímagistan sjálfan og það geta verið margir tímamódular í einni örtölvu. Yfirleitt í stærri örtölu svo ferði í því meira ertu með í boði af tímagistum og við sjáum að við erum með interrupt mögulegan hérna hjá okkur. En við skulum aðeins tala gríðarlega mikilvægan player í þessu öllu saman og það er þessi programmable prescaler hér. Við skulum gefa okkur það að við erum með einhverja örtölvu og við erum með tengda inn á þessa örtölvu erum við með tengda 4 MHz kristall. Eins og ég sagði áðan að við deilum merkinu þessum 4 MHz alltaf í 4 á microchip örtölum, það er eins og ég sagði í fyrir innlögnum að þetta er mismunandi eftir framleiðendum. Þannig að við erum með í rauninni inn á þennan pinna hér að þá erum við með þessar aðstæður 1 MHz ásækið. Sem því það að ein instruction tekur þá 1 mikrosekundu hjá okkur, ein skipun. Allavega, ok, við skulum bara segjum sem svo að við ætlum að tengja þetta svona. Við erum með 4 MHz klukku, þannig að við fáum 1 MHz hérna inn á þennan hér og við ætlum að gera einhvern atburð sem á sér stað í hvert einasta skipti sem þessi hérna overflowar. Þannig að þessi hér, hann er 8 bita, þannig að hann telur bara upp í 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, svona. Og þegar hann bætir hérna svo við einum að eins og ég sagði að þá fer hann í 1 og fáum svo 0, 0, 0, 0. Þannig að hann overflowar og ef við stillum til dæmis að við ætlum að fá interrupt beini að þegar hann overflowar þá myndi hann gefa hérna 1 á interrupti. Hvað er þetta fljótt að gerast? Jú, þetta hlýtur að vera 1 mikrosekunda sinnum 255 sama sem 255 mikrosekundur. Þannig að þetta er lengsta delay, það er hægt að nota þetta fyrir tafir, delay loopur. Og ef við erum með einhvern, segjum svo ætlum að láta blikka díóðu á hálfra sekundu fresti með því að nota tímamódulinn. Það við eigum ekki möguleika þarna, við erum með allt og stutt, þannig allt og fljótur að telja.
Þannig að við þurfum einhvern veginn að geta hægt niður á þessu merki og það með í rauninni prískilunum. Hvernig hann virkar það að við fáum merkið okkar hérna inn f deilt með 4 og ef við veljum það að stilla timer þannig að við keyrum hann hérna niður á prískilurinn þá fer hann fyrst í gegnum prískilurinn og hér getum við valið 1/2, 1/4 alveg upp í 1/128. Og hvað því það segjum sem svo að við ætlum að velja 1/4. Við fáum inn hérna merkið okkar sem 1 MHz og fyrir þá hverja 4 púlsa þá bætir hann hérna +1 og hvert fyrir þessi +1? Jú, hann fer inn á timerinn. Þannig að við erum búin að tefja merkið 4 í rauninni. Það sem gerist líka að þetta merki hérna fer aftur í prískilurinn og resetar sjálfa sig og byrjar að telja aftur 4 klukkupúlsa og bætir svo við 1, þannig að þá þessi hérna orðinn 2. Þannig erum við búin að tefja tíman sem að tekur okkur að ná overflowi 4 í rauninni. Þannig höfum við góða stjórn að leika okkur með tímamerkið. Sérlega merkið þetta. Við skulum halda áfram, við skulum pröfa nokkra algenga klukkurhraða og sjá hver í rauninni hver lengsti tíminn þangað til við fáum overflow á milli nokkra klukkurhraða og við skulum pröfa bara 32.768,5 MHz og 4 MHz og sem skoða instruction cycle-ið og svo reikna út í rauninni time to overflow. Og byrjum bara á 32 kHz klukkunni að instruction cycle á honum þá 122,07 mikrosekundur. Hérna erum við með 5 mikrosekundur og 1,6 mikrosekundur og svo 1 mikrosekundu. Og það er mjög auðvelt að reikna út í rauninni hvað tíminn langur þangað til að við fáum overflow á timernum hérna og við skulum láta inn bara hæsta mögulega gildi sem þá þetta 16F84A þá að vera meira sem sjá förum þá í bara timerinn hérna, timer module 0 hann hér Jú, við getum farið á 16F84A þetta eins og með myndi, við getum farið alveg upp í 256 þannig að 16F84A fyrir alveg upp í 256 Við skulum sjá hversu mikinn tíma það tekur fyrir þessa mismunandi klukkukristalla að telja upp í rauninni overflowið. Og við getum reiknað það með því að segja P sinnum N sinnum TI og hérna erum við með eitthvað sem heitir prescaler og hérna erum við með í rauninni hvaða tölu við ætlum að telja upp í og við ætlum að telja upp í 0 upp í 255 þannig að við erum með 255 og svo erum við hérna með klukkuna í rauninni eins og hún liggur þegar hún kemur hingað inn í rauninni. Ok, og við ætlum að nota 256 þannig að hérna munum við fá 256 sinnum 255 sinnum 122 mikrosekundur. Og þetta eru svo mikið sem 7,93 sekundur. Og stækkum upp, hérna myndum við fá, ég nefnir ekki að reikna þetta allt, hérna myndum við fá 326 millisekundur, 104 millisekundur og 6, 10 og 5, 28 millisekundur. Þannig að sjá að breytingin mjög mikil hérna á milli og ef við erum til dæmis með 4 MHz kristall sem mjög algengt að við þurfum að tefja merkið í rauninni enn frekar
að ef við ætlum til að láta einhverja bara díóðu blikka á hálfur sekúndu fresti, að hérna erum við komið allt of hraðan tíma, þannig að við þurfum að gera ráðstafanir við því sem við munum skoða seinna. En við skulum summera þetta upp, að við getum tekið inn merki inn á þennan timer hér sem 8 bita timer. Við getum tekið það annarkvort inn beint af utanaðkomandi einhverjum pinna. Við getum tengt einhverja bara sér klukku við örtöluna eða eitthvað. Við getum líka tekið það af í rauninni instruction cycle-unum sem í gangi inn í örtölunni. Og við getum valið í rauninni hvort við gerum það með því að stilla hérna einhver ákveðna bita í special function registernum, og eftir það þá getum við annarkvort tekið þetta bara beint í gegn og þá teljum við bara upp í 255 eða 256 í rauninni til að fá overflowið, og við gerum það í rauninni bara á original klukkur hraðanum í rauninni, eða original instruction hraðanum. Við getum líka valið að taka þetta gegnum prescaler og þá getum við hægt ennþá meira á tímanum sem tekur okkur að ná upp í overflowið, og það yfirleitt algengast að maður gerir það. Þessi innlögn er þegar orðin nokkuð löng, þannig að við skulum segja þetta gott í bili.